Nú, hér kemur myndband sem ég ætla bara að leyfa mér að kalla spjall og verður nú ekkert áferðarfallegt því að nú ætla ég bara að rissa þau. Sko, í venjulegu árferði þá notum við allan þennan tíma sem ánafnaður því að mæti vinnutímana til þess að ræða æfingar, til dæmis sögum ekki að skila og eru hluti af framvindun í öllu verkefnunum. Og mikil minni hluti nemenda kemst ekki í skólann. Svoleiðis að ég ætla að hafa hér óformlegt spjall allavega hér æfingu 1, 2 eða 3 eða þessar fyrstu æfingar sem við þurfum einhvern veginn að hafa náð tökum á allir geta haldið áfram. Og ef við byrjum nú hér var þessari fyrstu æfingu, það er svona undirbúningsæfing og hún snýst amhverfur. Og við erum að byrja á því að leysa A úr þessari jöfnu. Við erum að leysa þessu jöfnu sem að verður og ein af jöfnunum sem við notum aftur og aftur. Og þegar við reiknum þá ættum við að komast að því að A verður 1 mínus B á móti 1 pluss B. Og ég skal gera það hér á eftir. En hugmyndin síðan svo að þegar við höfum bara föll epsilon jafnt á f af x að til þess að leysa jöfnur þarf að segja að finna x-ið sem gefið í einhverju formúlu þá erum við að leita að andhverfunni og hún gefin með einhverju formúlu. Það er að segja að x þá andhverfan. Þetta er jafngild jafna. Og það er nákvæmlega þetta hér sem við erum að gera, til dæmis að epsilon f af x og f af x rótin af x. Hvað svona? Hvað er x? Og þá hér þurfum við að taka eftir ákveðnum hlutum. Ef að þetta á að vera raungilt fall, þá má x til dæmis ekki vera neikvæð tala. Og til þess að finna x-ið þá myndum við segja að epsilon þá x, en það þá erum komið með formúlu sem að segir að x andhverfa. Og formúla væri þá að hefja í annað veldi. Formúla fyrir andhverfunni. F formúluna draga rót, þá andhverfa aðgerðin að hefja í annað veldi. Og andhverfur verða síðan alltaf að uppfylla þessi sérna skilyrði að f af f mínus fyrsta af x verður að vera x, það sem að setja inn. Og eins ef að við erum með eitthvað f af x og viljum finna x-ið, þá viljum við hafa einhverja aðgerð, annað algebrulega eða formúlu sem gefur okkur x-ið. Þannig að það er þetta sem við myndum vera að ræða á töflu og hér erum við að skoða alveg sérstaklega geða andhverfu. Þetta er svona breiðbúafall og hér kemur í ljós að B og A, hérna myndum við segja allt í lagi, hér A, þessu ætlum við að finna og hvernig sambandið. Ef A til dæmis óháða breytan og hún gefur alltaf eitthvað B, og þá nákvæmlega sem að formúla notuð.
ef að B var óhófa breytan og ætlum að finna eitthvað A. Og í skilningi falla þá væri F sama og andhverfa sín. Kannski einfaldasta dæmið sem við myndum byrja á að skoða væri til lagi, hérna er y jafnt á f af x og svo gefum við einhverju formúlu og hver er formúlan? Já, hún er til dæmis 1/móti x. Og til þess að og svo skrifum við þetta oft bara svona og svona 1/móti x. Hvernig finn ég x? Jú, þá margfalda ég í gegnum þessa jöfnu með x í til dæmis og þá fæ ég að x er 1/móti y. Þannig hér myndum við lýsa formúlunni. Hvernig er formúlan? Hér er formúlan að taka umhverfu. Það er að segja snúa x-inu við. Y gerir þannig að það er 1/móti x. Það er umhverfu x. En hvernig er það formúlan fyrir umhverfu? Hún er að taka umhverfu í. Og það er nákvæmlega sem aðgerðin svona ef maður segir henni bara fram. Það er að segja f í mínus fyrsta af í sem er það x-ið er 1/móti í. Og þegar við veltum þessu aðeins fyrir okkur og vonandi er þetta nú allt gammal kunnugt, ef við teiknum þetta upp og búum okkur til töflu með x-um og y-um og skráum síðan punktana, þá komumst við að því að þetta er y-in hér og x-in er hér að 1 og 1, þetta er bara stíð að ferillin sem við fáum fyrir þetta hérna fall, breiðbogafallið eða grunn breiðbogafallið, það lítur svona út. Og ef að ég tek eitthvað x hérna, þessi y er að segja og síðan bara hér sé 2 og þetta y er hálfur. Og hérna lýsa ég bara sambandi beint. En það myndi líka það að ef x er hálfur, þá er y 2. Allt í lagi. Þetta hérna dæmi er þá þessu tagi og við þurfum að sem sagt að hafa það með okkur í næstu liðum. Og nú ætlum ég bara að stroka þetta út. Ég ætla bara að taka aftur fram, þetta væri svona, í venjulega orðferði svona töfluspjall. Og þá höfum við engan sérstakar áhuga á því að búa þetta í eitthvað skilabúning, þar sem alltaf auðvitað vera snirtilegt og lúslesið. En ef við byrjum nú með svona, kannski segja að lausna af, þá höfum við hérna jöfnu sem lítur svona út, 1/móti a og 1 plus a. Og svo til þess að losna við alla nefnara og þá margfaldum við gegn einhverju stærð sem að hendar. Það er þetta 1 plus a. Og það er það sem einfaldar jöfnuna fyrir okkur og við reiknum í þess átt og fáum þá að b við margfaldum í svigan pluss ab verður 1 mínus a. En það sem við eigum kannski líka að æfa okkur á, svona byrjaðan, þetta skef kannski oft tekið í nefndarinu, er að skoða nefnara, skoða allt sem ekki má. Og hér sjáum við strax að a má ekki vera mínus 1. Sem sagt 1 plus a má ekki vera 0, það má ekki vera 0 í nefnaranum. Og þá kannski temum að sér það að velta þið fyrir sér. Stýrilegi þegar maður veit þetta, kannski var þetta svona eftir á skýring. En b, getur það verið mínus 1? Bara það fyrkt í þessu. Ég set mínus 1 hérna inn í stað fyrir b og held þessu svona 1 plus a. Og svo náttúrulega margfalda ég gegn þessa jöfnu
kannski með einum og get ég snúið þessu við í teljaranum bara og skrifa kannski nefnarann á þessu formi til þess að sjá aðeins betur svona það sem ég vildi segja. Og þetta þýðir að verður einhver tala sem er þannig að maður dregur eitt frá henni og bætir einum við og tekur það hlutfall, þá sé það jafnt. En það getur auðvitað ekki verið. Það getur ekki verið. Það er engin tala sem uppfyllir það að þegar maður tekur af henni og deilir einhverju upp á hana þegar maður bætir við að þá kom út einn. En það getur líka margfaldað eins og sem ég sé kannski kross. Og það sé svolítið skrítið orðfæri. Að þá höfum við a plus 1 verður þá a mínus 1 sem því það að 1 er saman mínus 1 svo leysa. Þetta gengur þetta ekki upp. En þá vitum við allavega að stundum getur ágætt að leyfa sér að líta svo á að þetta eru samfelldar breytur. Við getum látið aðtaka hvaða gildi sem er í skalanum mínus 1. Og eins og formúlan er gefin, þá getum við lítum svo á að það sé frumbreyta eða óafbreyta. Og til þess að sjá sambandið í réttindum hnitakerfi þá verður samanstýra oft upp töflu. Og sér í lagi ef að mann vantar svolítið læðingu í algebru þá getur ágætt að gera þetta. Getur a og b og faktisk sem við gefa okkur punkta a, b sem við getum stungið inn. Ég ætla þá að hafa a ás og b ás. En síðan ætla ég líka að setja inn þessar upplýsingar sem felast í því að lesa jöfnurnar. Og fyrir aðeins undan mér, ég ætla að leysa þessa jöfnu. Eftirlega ég hérna með b plus ab er 1 mínus a. Svo leggjum við plus a við beggja vegna og drögum b frá beggja vegna og fáum að a plus ab er 1 mínus b. Tökum b út fyrir sviga vinstra megin, a út fyrir sviga vinstra megin og fáum þá a er 1 plus b. Það er 1 mínus b og svo deilum við með 1 plus b og sjáum þá að b má heldur ekki vera mínus 1. Það verður þá næsta skref. Og það er að segja af þessu leiðir a er 1 mínus b á móti 1 plus b. Og ef við hefðum byrjað með þetta þá hefðum við fengið eitt svoleiðis þetta eru jafngildar jöfnur. Og það er alveg nákvæmlega sama form á þeim. Það er að segja ef við lýsum því orðum hvað gerist hér, hvað er b. B er það, mynda hlutfall 1 mínus a deilt með 1 plus a. Það væri f. Svoleiðis að þetta er þá svona, b er f af a, þá er a sama á f í mínus fyrsta af b, en það er nákvæmlega sama formúlan, svona. Og kannski ég segi það meðan ég man að þetta er auðvitað ekki 1 á móti f og þess vegna er þetta nú stundu skrifa svona, þetta er andhverfa. En svo þegar sjá með það nú að samhengi að það er átt við andhverfina. Þess vegna er þetta form oft líka notað minnstu kosti invers í forrituninni, invers f, það er nýtt fall af b, en það er sama á f af b.
Jæja. Áfram með spjallið bara og ég ætla nú bara að stinga í nokkrum punktum og sjá hvað það lítur út. Ég ætla að færa inn í allavega þetta. Þetta lóðrétta línan A jafnt og -1 og þá hér þannig lóðrétta línan B jafnt og -1 og engin hvorki fallgildi né inntaksgildi geta verið þessari línu og við stingum kannski bara inn við erum alltaf áhuga á því hvað gerist þegar svona nálægt lóðfellum en ég myndi byrja að skoða nokkur gildi færa mig svona eftir ásnum að hvað gerist og svo myndi ég skoða hérna megin og reyna að sjá út fyrirlegin og ef ég gerum þetta náttúrulega svo haft ekki allt og langt þá kannski ég prófa -1/9 hvað myndi -1/9 gefa mér og þá ætla að setja ég hérna -1/9 inn og þá fæ ég mínus, þetta verður þá plus 1 plus mínus, 1 plus 9/10, þetta verður 19/10 og hér dregst frá og hérna fáum við þá hvað 1/10, þetta verður 19 hérna, þannig að ferillin kemur hér setja hérna töluna 19 fyrir mínus 0,9 og svo setjum maður inn tölur hérna allavega þessi er lust, þetta punkturinn 0,1 ef ég set 0 inn þá fæ ég 1 þannig að það sem að býst við er að fá breiðboga og hin greinin speglast þá þennan punkt -1, -1 og hann verður lítið eitthvað eins og þegar maður stingur inn punktum þá ætti maður að taka eftir það er það sem er gott við handhafinn að leggja svo litla vinnu í sumdæmi allavega sem til þess að setja A jafnt og 0 þá fæ ég 1 en þegar ég set A jafnt og 1 þá fæ ég 0 ég set inn A jafnt og hálfur þá fæ ég 1 mínus hálfur það er hálfur þá fæ ég 1/3 já og ef ég set 1/3 inn í þá fæ ég hálfan vegna þess að setja hálfan er það ekki að setja hálfan inn gefur 1/3 og að setja 1/3 inn gefur hálfan þannig við tökum þessa hérna jöfnu ég ætla að hafa þessa með við tökum þessa jöfnu með okkur þetta A er jafnt og 1 mínus B á móti 1 plus B og ef við þeim byrjað með jöfnuna sem ég var að skrifa á hægri hliðinni þá fengist hinn þar með þurfum við ekki að mikið fyrir að leysa hér því að formið segir þetta er svona eins og B-ið og ef við segjum formúluna fram hvað er T í öðru já, við höfum að velja ykkur eitthvað x segja 1 mínus það deilt með 1 plus það 1 mínus A deilt með 1 plus A og hvað er þá B hvað er þá A-ið sem falla á B þannig að sjálfkrafa bara verður x-ið sem er þá í hlutverki A hérna í A-lið það verður þá 1 mínus T í öðru á móti 1 plus T í öðru og nákvæmlega þessa jöfnu þurftum við að leysa þegar við vorum í þarleysa stikuninni
eða sem kom síðan fram á prófinu okkar í hamfara dögum. Og svo höldum maður áfram, við erum að okkur í horfa á fórum, tangans í öðru, það er þetta hérna samband. Það er náttúrulega sambandin sem fékkst úr þalessi stikuninni að við byrjum bara fyrst með svona skurð og allt í lagi, við gátum mælt hérna því að hér vorum með kvarða, lítum svo á lágréttásnum og lóðréttásnum, getum mælt einhverju vegalengd, festum spotta hérna á skárum og þá fengum við formúlu. Að það gaf okkur stefnuvígur, getum við kallað það núna, svona línu sem liggur hér í gegn. Við kallum þetta bara, þetta gaf okkur formúlu. Við kallum hana U jafnt og 1 mínus t öðru móti 1 pluss t öðru og svo fengum við 2t móti 1 pluss t öðru. Og svo þegar við gáum þessu horni nafn, þessu reglu Þalesar, þá fengum við þarna fullt af upplýsingum. Þetta var alfa og þá var þetta horn tvöfalt stærra. Síðan prófaði að líta svo á allt til lagi. Ef að þetta er nú kannski hornið sem við viljum kenna allt við, þá er þetta helmingurinn af jafnt og hér. Nema hvað að kósinus er ofanvarp langliðurinnar hér, kósinus á tvöfaldahorninu, og við sjáum núna að þetta er alveg sama fyrirbærið og við getum auðveldlega leyst út kós 2 alfa án mikillar fyrirhafnar. Það verður að vera kós 2 alfa er 1 mínus tangans í öðru alfa á móti 1 pluss tangans í öðru alfa. Þannig að þetta form sjáum fyrir aftur. Kemur fyrir aftur. Og við getum svo sem aðeins tekið dæmi það sem að þekking á einhverju á hægri hliðinni hjálpar okkur að finna eitthvað á vinstri hliðinni. Og til dæmis ef við smíðum okkur hvað vitum við til dæmis? Við vitum til dæmis hvað kósinus af 30 gráðum er úr 60 gráðum. Það fengum við strax þegar við skárum þessa 2 hringi. Annar er jöfn x í öðru pluss y í öðru jafnt og 1 og svo búið hliðra hinum til hægri. X minus 1 í öðru pluss y í öðru jafnt og 1. Og þá vorum við búin að setja þetta sem 0 punkt. Og þetta gaf okkur strax svona fyrstu hlutföllin. Og við höfum hérna jafnhliða þríhyrning, all hornin eru 60 gráður. Og þetta gaf okkur sambandið á kósinus af 60 gráðum. Var helmingurinn af 1. Og ef að kósinus af 60 gráðum hérna, þá er sínus af fylluhorninu það sama. Allt í lagi, en þetta gaf okkur þá líka að sínus af 60 gráðum, nei, fylluhorninu ætla ég að skrifa. 30. Þannig að við erum bara svona aðeins að byggja alltaf von á það sem við erum að rifja upp. Þannig að ég lít ná farin að tökum á þessum strókliðurum. Þarna kom þetta. Allavega höfum við að sínus af 60 gráðum varð að vera rótin af 3 deklum 2. Það gáttum við bara fundið síðan. Leiðum við sem annað af þessu. En þá veitum við líka að kósinus af fylluhorni 60 það er kósinus af 30 verður það sama.
Og skulle segja að mér langi að vita hvað lokað form fyrir tangens af 15 gráðum er. Ég vil meira heldur með að stinga þessu bara inn í MATLAB og fá út einhverju nálgun. Ég vil loka form. Að þá get ég líka notað, tangasviður allavega, það er 1 mínus kosinus af tvöfaldahotninu sem er þá 30 gráður. Og svo 1 pluss kosinus af 30 gráður. Men ég veit hvað það er. Það er hérna. Þannig að við getum reiknað. Þetta er 1 mínus rótin af 3 á móti 2 á móti 1 pluss rótin af 3 á móti 2 sem er 2 mínus rótin af 3 á móti 2 pluss rótin af 3. Það er reyndar annað hotn, annar tangens sem í öðru veldi verður þetta hérna hlutfall, hinn væri 180 gráðum seinna, 195 gráður. En það er engin óvissa að þessu, ég á að finna 15 gráðu hotni sem er jákvæða hotni. Þá veit ég að þetta að tangens af 15 gráðum er rótin af þessari tölu, 2 pluss rótin af 3. Og þetta er akkurat einhvern veginn leiðin sem við notum til þess að safna í sarpinn. Og meðan ég man, það var til svona, setjum það bara hér, að við setjum hér hotn í gráðum. Svona fyrsta tablan sem er þægilegt að muna. Og 0 gráður, 30 gráður, 60 gráður og 90. Og svo getum við líka haft svarið hér í. Nei. Og hér höfum við sínus af, og hér hefur við kosinus af þetta og svo kannski tangens af þetta. Og býr maður sér stundu til svona vitleysu. Sínus af 0 gráðum, 0, 1, 2, vantar 45 gráðu þarna. 45 gráður, þetta er grænt, 60 gráður og 90 gráður, svona. Þessi hotn viljum við svona kunna. Og ég getur búið okkur til minnisreglu, þetta er 0, 1, 2, 3, 4. Þetta er náttúrulega alrangt. Búið til aðeins meira bíl hérna á milli. Hérna, kosinus þetta og tangens þetta í gráðum talið. Og 4, 3, 2, 1, 0. En hvað getum við gert þessu tölur sem ég var að skrifa? 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, þannig útkomið rétt. Og, við drögum rót. Prófum það, allstaðar. Svona. Þetta er nú rétt. Við vitum að sínus af 90 gráðum er 1 og við vitum að kosinus af 0 gráðum er 1. Þetta er jú 2, þannig ég ætla að brýða sér 2. Þetta er 2. Hvað gerist þið deili ástæð með 2? Þetta er bara helmingin af öll. Ég get náttúrulega líka laga þessu hérna tölu til. Þetta er náttúrulega bara 1. Og þessi hérna er bara 1. Og nú ætla ég að deila með 2 aðstæður.
Já, rótin er 0. Það er nú huggulegt, það er bara 0. Nú vil ég prófa að deila með 2 aðstæður. Svona, bara svona slavíst. Og svo ætla ég að einfalda. Þetta er 0. Þetta er 1. Þetta er 0. Og þetta er 1. Svona. Þetta eru réttu lokuð formin, þetta eru réttu gildin. Og þá veit ég tangensin. Tangensin er sínus á móti kósinus. Þannig þessi er 0. Þegar ég brot. Þetta verður þá 1 á móti rótin af 3. Þetta er einu og sama tala, nefnir og teljara, þannig að þetta er 1. Ég fæ rótin af 3. Og hér fæ ég eitthvað sem er óskilgreint. Af því við getum ekki með 0 og þess vegna vorum við alltaf að reyna að fá eitthvað annað heldur en smiðs tangensin. Mér vandræði með hann þegar kosinus er 0. Eða reiknivægilegt tangensin. Eintir. Þetta var svona töfluspjallið. Og þetta bara gerum við, stingum inn. Það getur vel verið að sum GeoGebra forrit séu ósáttir nota T og S, en þá er bara að skilgreina rennistykur með A og B. En það er þessi hérna. Við skulum bara líta á hana. Hérna er bara smá algebraæfing. Ef S plus T plus S-ina T er 1, eða þessu formi, summa tveggja talna plus markvildi þeirra er 1, þá uppfyllar þessar jöfnur. Og hér hefur þetta form 1 minus T móti 1 plus T. Eitthvað sem er leiður. 1 mínus eitthvað sem er glaður. Deilt með 1 plus. Svona. Ef maður setur eitthvað sem er glaður inn í svona hæli, þá verður hann leiður. En ef hann er leiður og við setjum hann inn í svona hægri hlið, þá verður hann glaður. Þáttur með þessu sá og þetta eru algebrujöfnur. Algebran segir okkur hvernig við erum að hugsa þetta. Og við erum beðin það hérna í sélinum að setja S í annað veldi. Þá er líka að setja þetta hér í annað veldi. Og ef við gerum það bara, þá myndum við nú hætta venjulega. Bara kemur sér ekki fyrir hér. Segjum þetta svo bara gott. Við höfum að S-ið er 1 mínus T á móti 1 plus T. Hvað er þá S í öðru? Það er náttúrulega að gera þetta bara. Og við getum nota veldareglur hér. Og svo margfaldu eðlilega upp á svígum. Og ef að verkefni var aðeins þetta, þá myndum við litt hætta bara, nú erum búinn. En það er eitthvað við þetta form að við berum að líta svo á allt í lagi. 1 plus T er líkt og það sem heilan þátt. Þessa summu hér. Og takt eitt skrif enn. Við segja þáttaðu
stóra deilisteikið þáttaði með það sem við erum að biðja um. Þannig að hér verður að vera 1 og hér verður að vera mínus 2 á móti 2t á móti 1 pluss t í öðru og hér 1 pluss 2t á móti 1 pluss t í öðru. Þannig að þetta er svolítið skrýtin skepna þessi stærðfræði, en nú getum við miklu meira. Nú getum við miklu meira heldur en áðan. Vegna þess að þetta er eitthvað AB, þetta er eitthvað B, segjum það, og þetta hér er eitthvað A. Og það er það sem næstu liðir snýst um. Því að ef við vitum eða sjáum þetta form, 1 mínus deilt með 1 pluss eitthvað, að þá vitum við líka hvað 2t á móti 1 pluss t er sem fall af s í öðru. Á þess að þurfum við sjálfsögðu að reikna eða nota þessu form að gera. Og ég ætla að tala um æfingu 6 líka. Og aftur eru þetta form sem við þekkjum síðan úr Þalesarstikuninni. Við erum beðin með hugsa um þetta pínlítið annan hátt, setja þetta upp sem línur. Þessar línur þarna eru búin til svona að allt í lagi. Hvernig er lína almennt smíðuð? Upsilon mínus upsilon 0 er hallatalan sinnum x mínus x 0. Það sem að við höfum kannski einhverja línu aftur á svona og x 0, epsilon 0 er punktur á línunni og við höfum einhver tæki til þess að mæla hallatöluna. Hallatalan er þetta hlutfall. Fyrir hvert 1 skref til hægri ferðu hallatalan upp eða 1 skref til hægri ferðu tangans af einhverju horni upp og það er alltaf að kalla hallatöluna t. Almennt og þetta verður að kalla stefnuhorn línunar sem verður þá að vera tangans á alfa. Og ef við höfum til dæmis línu sem að ekki tekna hring, ef við höfum línu sem að fyrir gegnum þennan punkt hér mínus 1,0 og hefur hallatöluna t, þá vitum við alveg formúluna fyrir henni. Þetta er hvað x0, í 0 og jafnalínun er þá epsilon mínus epsilon 0 sem væri þá 0 í þessu tilviki. Það er hallatalan og við lesum hana bara hér. Fyrir hvert 1 skref til hægri fyrir við t upp. T sinnum x mínus punktur sem er á línunni. Hann er hér. X nýtt punkt sem er á línunni, þannig að þetta verður brúsið. Þannig að hér er jafna. Og hér er önnur lína. Hún hefur hallatöluna, neikvæða hallatölu. Og hún liggur gegnum punktinn greinilega 0 x 0 jafnt á 1 og epsilon 0 jafnt á 0. Hún er hérna einhvers staðar. Og hallatalan er neikvæð. Svona. Þetta myndi þýða, já, fyrir hvert t skref til hægri ferðu 1 niður. En það þýðir nákvæmlega að við fáum hérna rétt horn.
og við erum eftir að skoða það betur. Vonandi hitti ég nú og ekki alveg nógu til. En þetta eru línurnar sem við notuðum í þarleysistykkjunni. Og þá allavega, þetta er einhver tala hérna í þarleysistykkjunni. Svona. Þetta er einhver mæling T. Við festum hana. Þetta er bara hallatala þessari línu. Já, sem hefur þessa stefnu. Og það veit ég til dæmis ef að þetta er T. Hvað er 1 móti T? Hvað það hátt upp? Það er öll þessi hæð hér. Þetta er þá 1 móti T. Ef T er hálfur þá er þessi lína hæðina 2. Ef T er 1/3 þá er þessi lína hæðina 3. Þannig þetta er bara gamalt vín á nýjum belgjum. Svona. Og svo ætlum við að gera tilraunir að prófa að láta tíðir hreyfast. Að við sjáum þetta samband milli línanna er alltaf fast. En þetta segir okkur þá líka að ef að 2 línur, y jafnt og m sinnum x mínus x0 pluss eitthvað y0 og hérna er önnur y jafnt og eitthvað h sinnum x mínus, hérna getum við ekki notað x0, segjum bara t0 pluss t0 segjum bara x1 pluss y1. Að ef m sinnum h er mínus 1 þá er þær stæðar. Lína 1, lína 0, lína 1, lína 2. Að þá er lína 1 og stendur þvert á línu 2.